Það eitthvað að gerast á meðal kristinna manna og kvenna allan heim, í mismunandi söfnuðum, mismunandi kirkjudeildum. Það eitthvað mjög alvarlegt að gerast sem margir telja mjög eðlilegt og sjálfsagt að tileinka sér, en gjörsamlega andstætt því sem boðað í orði Guðs í Biblíunni. Ég hef fjallað þessi efni að einhverju leyti undanfarna mánuði. Ég ætla að gera það einu sinni enn til að árétta viss atriði og til að hjálpa þeim sem eru ef til vill með efasemdir í hjarta og ekki vissir. Orð Guðs stendur fyrir sínu. Og ég ætla að byrja með örlitla kynningu á þessu áður ég byrja þessa PowerPoint framsetningu. Og minna á að söfnuður postulana þróaðist upp í það sem við þekkjum í dag sem kaþólska kirkju. Það ekki allir sem gera grein fyrir því. Þetta var einu sinni söfnuður Guðs, en hefur farið langt af leið síðan vegna allskis erfikenninga sem sjálfur Kristur talaði gegn á jarðvistardögum sínu hér. Svo það bil fyrir 500 ári síðan, þá kom fram á sjónarsviði siðbótarmaðurinn Martin Luther og hann uppgötvaði í orði Guðs í Nýja testamentinu að við réttlætumst fyrir trú. Þetta gjöf Guðs, en ekki vegna verka okkar að við frelsumst. Og þetta varð algjör kúvending í kristinni trú. Og þess vegna eru svona margir kristni söfnur í dag. En það talsvert mannasetningar og villu í því sem menn tileinka sér í dag sem sannleika. Og ég ætla að reyna að leiðrétta eitthvað af þessu í dag. En svo var það að Martin Luther, hann uppgötvaði þessa dásamlegu staðreynd að það bara fyrir trú á Jesú Krist og hans blóð sem úthellt fyrir syndir okkar að við eigum von eilíft líf. En Martin Luther náði ekkert mikið lengra, ekki að því að hann hefði ekki getað. Hann var bara einhvern veginn fastur í sessi þar sem hann náði. Og Guð ætlaði öðrum að taka við og uppgöta fleiri sannindi í orði sínu. Og þannig hafa orðið til ýmsir söfnuðir og trúarsamfélög til að bæta ofan á það sem Martin Luther gerði. Miðja 19. öld varð mikil trúarvakning hér á jörðu. Menn héldu að Kristur væri að koma til jarðar. Þetta byggðist á misskilningi og mistúlkun á einum spádómi í Daníelsbók. Og þeir héldu að hann væri að koma þarna árið 1844 í nóvember það ár. Og hann kom ekki. Og það eruðu gífurleg vonbrigði og margir yfirgáfu sína söfnuði og kirkjudeildir og hættu að trúa á orð Guðs sem sannleika. En þá voru fáeinir hér og þar sem héldu áfram að lesa og rannsaka af hverju brugðust við svona eða skjáttlaðist okkur í skilningi á orði Guðs. Héldum að Kristur væri að koma þarna og hann kom ekki. Og það voru góðar ástæður fyrir því. Ég ætla ekki að fara út í það hér. En hefur gert það í ýmsum erindum og námskeiðum og margt af því í útvarpi boðun alla daga. En þegar að þessi vonbrigði áttu sér stað og það fækkaði hinnu trúuðu í hinnu mörgu söfnuðum, þá fór að myndast nýr söfnuður. Hefur oft verið kallað aðventhreyfing eða söfnuður aðventista því að þeir áttu von á að Kristi kæmi og héldu þeirri trú enn í brjósti sér. Hann mun koma eins og sagðist ætla að gera. Og þeir fóru að lesa og uppgötvuðu mörg önnur sannindi sem ég ætla ekki að fara út í hér í dag. En þegar að fólk fóru að lesa og kynna sér þetta, til dæmis lúterstrúamenn, metodistar, jafnvel kaþólikkar, já, og fólk af ýmsum öðrum trúar sannfæringum. Þegar þetta fólk fór að koma saman og inn í þennan aðventssöfnuð, þá trúðu margir því að allt sem að
kaþólska eða rómverska kirkjan kendi væri ekki sannleikur. Því miður, því það sumt af því rétt. Og það sem að þeir voru einna hatramastir gegn, ég að tala um þessa trúuðu, fyrstu frumkvöðla í söfnuðu aðventista, trúað fólk. Þeir héldu að þrenningin væri óbiblíuleg, af því að kaþólska kirkjan kendi það. Og svo fundu þeir hvergi í biblíunni orðið þrenning. Og þar með þótti þeim það vera sönnun þess að guðdómurinn samastendur ekki af 3 persónum. En ég ætla að sýna ykkur það í dag og hefur gert það undanförnu að Biblían boðar 3 persónur í guðdóminum sem guðdóminum þóknast að kalla einn guð. Og hver eru við að rökræða við sjálfan almáttugan guð? Svo fullkomin eining þessara persóna guðdómsins, Föður, Sonar og Heilags Anda, að þeir kjósa sjálfir að kynna sig fyrir mönnum sem einn guð. Nú eiga sér stað þessir flokkadrættir sem ég kalla á meðal trúaðra og það svo mjög. Allt í sambandi við þetta fyrirbæri sem heitir guðdómur og Biblían talar 3 persónur, mjög augljóslega, að þá eru sumir slíkra reiðubúnir að ganga af trúnni heldur en að kyngja þessu að 3 persónur séu boðaðar í Biblíunni sem Guð og einn Guð. Og þeir trúa því að Jesús eigi sér byrjun. Þeir trúa því að heilagur andi sé bara orka Guðs, ekki persóna. Og ég ætla að leitast við í dag að sýna ykkur lítillega hvað orð Guðs hefur að segja nánar þetta og þá vil ég bara leggja áherslu á að það miklu meira að finna í orði Guðs með þetta efni. Ég aðeins að stikla á stóru, sumt endurtekið efni frá fyrri mánuðum og sumt ef til vill nýtt. Við skulum fara og skoða þetta bara nánar. Pétur, lærisveinninn, hann var innblásin af heilagum anda og hann lýsir Jesús sem lýtalausu og óflekkuða lambi sem frá eilífð var ætlað það hlutverk að frelsa syndara frá eilífum dauða. Þetta mín orð, grundvölluð á orði Guðs. Jesús sagt vera Guðs lambið sem var slátrað fyrir syndir okkar mannana. Og innblásin af heilagum anda þá skrifaði Pétur Jesú og nú vitna ég í fyrra Pétursbréfið 1:20. Hann, það segja Jesús, var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í loktímana vegna yðar, vegna syndaranna. Þetta átti sér stað aftur í eilífðinni. Jafnvel áður en jörðin var sköpuð, löngu áður, þá var áform lagt að skapa. Og eitt af þeim atriðum sem að Lúsifer, sem snerist gegn Guði á himnum og gerði uppreisn gegn almættinu, gegn Guði, það var að hann öfundaðist út í Guð, út í son Guðs, af því það var hans hlutverk að skapa þennan heim og þetta mannkyn. Og Lúsifer vildi fá að vera með í þessu áformi, en hann var ekki Guð, það að segja Lúsifer. Hann var sköpuð vera, yndislega fögur og falleg, full af visku, fullkomna fegur, segir í Biblíunni, en hann gerði uppreisn gegn Guði og taldi marga engla á sitt band. Og það var til þess að þeim var varpað út af himni. En hér verið að leggja áherslu á hjá Pétri að í eilíðinni, einhvern tímann aftur í eilíðinni, áður í jörðin og veröldin var grundvölluð, sköpuð, að þá var til áform að einn af guðdóminum skyldi gerast frelsari mannana. Það segir í 1. Mósebók, 3. kafla og 21. versi að drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og létu klæðast þeim. Sjáu þið, þannig frelsari kominn til staðar, búinn að slátra skepnu eða skepnum til að útbúa kirtla
til að gera klæði fyrir syndarana sem hefðu glatað inn í himnesku, undursamlegu skikkju, sakleysis sem huldi líkama þeirra. Það var horfið og þau fundu sig nakin og fóru í felur. Líka þegar þau vissu að drottinn var að koma í heimsókn eins og hann gerði venjulega í aldingarðinu metin til að vitja þessara fyrstu foreldra okkar. Hann vissi hvað hefði gerst og hann var tilbúinn með skinnkirtla til þess að klæða og hylja nekt Adam og Evu. Hugsið ykkur, tillitssemi, umhyggju og náð hans að hann innleiði strax áformið sem var lagt aftur í eilífðinni að það yrði til frelsari og frelsunar áform til staðar þegar á þyrfti að halda. Og þannig var það að gerast. Leið og þau synguðu, þá var innleitt frelsunar áform himmisins. Annars hefðu Adam og Eva dáið og mannkynið ekki orðið til. Við förum í 9. kaflan hjá Jesaja, þar segir að frá 7. versi því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Þetta er sagt 700 árum áður Kristur fættist á jörðinni. Svo himinin var tilbúin alltaf með öll sín áform hvað okkur snerti. Á herðum hans, þessa barns, skal höfðingjadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífða faðir, friðar höfðingi. Sjáu þið tignar heitin fyrir Jesú Krist. Mikill skal höfðingjadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Það er að segja þegar að það er fullkomnað eftir að við erum frelsu hér frá þessu syndu heimi. Og svo segir hann mun reisa það, þetta ríki, og efla það með réttvísi og réttlæti, héðan í frá og að eilífu. Hann byrjaður á þessu verkefni fyrir löngu síðan að innleiða nýtt ríki, konungsríki, eilífðaríki, þar sem að Kristur, þetta litla barn sem fæddist inn í heiminn, verður konungurinn. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma, segir. Svo förum við yfir í Títusarbréfið í 2. kapitula frá byrjun. Þar segir því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar, öllum mönnum. Þetta er fyrir vondumennina líka. Hún kennir oss að afneita óguðleik og veraldlegu girndum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu vorar sæluvonar, takið nú eftir, að hinn mikli Guð og frelsari, vor Jesús Kristur, opinberist í dýrsinni. Hér Jesús kallaður ekki bara frelsari, sem undursamleg, heldur líka hinn mikli Guð. Ekkert bara einhver minni Guð sem á sér einhverja byrjun, ekki aldeilis. Svo segir hann gaf sjálfa sig fyrir oss, til þess að leysti oss frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfu sér til handar eignalíð, kostgæfin til góðra verka. Kristur lagði allt í sölurnar fyrir þig, hvers að þú ert. Sama hver fortíð þín kann að hafa verið, ég hamra á þessu sí og æ. Ekki láta hugfallast af því að líferni þér kann að hafa verið ófullkomið, ófullnægjandi. Að þú hafi tryggt ýmsar syndir og eitthvað mjög alvarlegt, andstætt vilja Guðs. Hann vill bjarga þér, okkur, að eilífu. Til þess áformið Jesú Krist komið til sögunar. En, takið eftir, af því að hann kallaður sonur og fæddist inn í heiminn, þá verða til mannasetningar sem síðan gerast verða erfikenningar manna. Já, Jesús á sér byrjun, ekki aldeilis. Ef þið takið mark á öllu öðru sem Biblían hefur að segja okkur sjálfan soninn. Við höldum áfram. Í Filippbréfinu í 2. kafla, þar segir frá 7. versi að hann, þar að segja Jesús, var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur, alls ekki. Hann svipti sig öllu og tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Sjáu þið, hér einhver í eilífðinni. Almáttugur Guð, í Guðs mynd.
einn af guðdóminum. Hann tekur á sig að afsala sér öllum tignarheitum, öllum embættum og gerast maður. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Sjáu þið föðurinn að tala? Að Jesús fær nafnið æðra öllum öðrum. Og svo eru við syndararnir að reyna að túlka guðdóminn. Guðdóm Jesú Krist sem eitthvað óæðra, já, af því að fættist og var getur meðal manna, að þar að leiðandi hann ekki eins háttsettur og faðirinn. Hér faðirinn að lýsa soninn sem æðri öllum öðrum. En þannig tala persónu guðdómsins hver aðra, þau upphefja hvern annan. Og Jesús sagði til dæmis að heilagur andi sem ég ætla að gefa ykkur til að leiða ykkur í allan sannleikann eftir að ég farinn. Hann sagði, hann mun ekki tala sjálfum sér. Hann mun bara tala mig og það sem mitt en hann mun ekki minnast á sjálfa sig. Hugsið ykkur. Þannig eru allar þrjár persónur guðdómsins ekkert að hampra eða hampa sínu nafni eða embætti ofar hinum í guðdómi í Guðs. Svo segir að til þess að, og þetta gerir Guð faðirinn að hefja hann upp, að til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur drottinn. Með öðrum orðum, hann engu minni en faðirinn. Förum yfir í 28. kafla, loka orðin í Mattheusar guðspjalli. Það sem hann segir, og Jesús gekk til þeirra, þar að segja lærisveinana, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Allt vald. Hver hefur mesta valdið? Hér segir Jesús sjálfur, mér gefið þetta. Til faðirinn það bila að fara að gefa honum þetta vald sem hann lagði niður og afsalaði sér á himni, forðum, til þess að koma inn í þennan heim, til að gerast maður á meðal okkar. Og frelsa þá sem að vilja láta frelsast. Og svo bætir hann við, og hann það bil að fara, stíga upp til heimis. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Allar þessar þrjár persónur hafa nafn. Og Jesús sjálfur að kynna okkur fyrir þeim. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Nú skulum við fara í fyrsta kafla hjá Matteusi. Og þar í 20. versi engillinn að tala við Jósef. Af því að hann hugsaði sér að fara frá Maríu. Verð ekkert að valda henni erfiðleika. Bara skilja sér frá henni í kyrrþey. Því að barnið sem hún gengur með, segir engillinn, af heilugum anda. Hún mun son ala og hans skaltu láta heita Jesús. Hvers vegna? Því að hann mun frelsa líf sinn frá syndum þeirra. Sjáðu áformið gerjast eða verða fullkomnara og fullkomnara. Svo segir, allt varð þetta til þess að ræta skyldu orð drottins fyrir munn spámannsins. Sjá, mærin mun þunguð verða og svona ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Barnið sem Jesaja talaði Guð á meðal okkar. Svo eru við syndu að vera að segja að Jesús eitthvað óæðri. Megi Guð hjálpa okkur kristnu fólki að taka mark á orði Guðs eins og það og vera ekkert að rántúlka eða boða öðru það öðruvísi en Guð sjálfur kýs að kynna sig í orði sínu á meðal okkar. Förum yfir í fyrsta kaflan í Hebreabréfinu. Guð talaði fyrir oftsinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann talað til vor í syni sínum.
Og af því að sonur eða sonarnafnið sífellt notað aftur og aftur Jesú í Biblíunni, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að þá dirfast menn að segja, þarna sjáum við hann komin ykkur óæðri vera, óæðri föðurnum. Þetta eitt af tignarheiti, að vera kallaður sonur Guðs, og hann líka kallaður sonur manna eða mannssonur. Hann okkur allt í þessum heimi og í hinum hið efra. Alla eilíð munum við tigna hann sem Guð almáttugan. Svo segir þarna, fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðu. Sjáu hvað Jesús gerir? Hann gerir allt þetta fyrir okkur. Hann orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur að erðum tekið ágætara nafn en þeir. Bíðum við, hvað að segja hér? Jú, við vorum að lesa það áðan að í Filippibréfinu, hann lagði allt niður sem að héti, einhver stjórnandi á himnum með allskins tignarheitum og hann afsalaði sér allt. En núna þarna faðirinn að lýsa því yfir að hann hefur nú tekið að erðum ágætara nafnið þeir, englarnir. Hann var æðri englum, hann skapaði englana áður. En þegar hann gerist maður á meðal manna, að þá gerist hann lægri en englarnir. Og það ekki undursamlegt að hann lagði sjálfa sig undir englana og gerðist maður á meðal manna og það svo lágt niðri að hann var eins og í þjónsmynd, eins konar þræll. Verða mætti að hann gæti unnið okkur til fylgis við sig fyrir allt sem hann fórnaði, jafnvel blóðu sín og Golgata, til að kaupa okkur aftur frá syndum okkar og bölvun syndarinnar. Og áfram í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu, frá 5. versi segir, því að við hvern af englunum hefur hann, það að segja faðirinn, nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Og hérna þetta sem margir hiksta á og rasa Sko, hann fæddur. Jesús á sér byrjun. Segja þeir. Nei, þetta aðeins verkaskipting sem ég dirfist að kalla svo að því að Guðdómurinn í ráðsalygtun Guðdómsins hið efra í eilífðinni ákvað að manninum í synd, ef hann féll í synd, þegar farið að skapa, honum verður ekki bjargað öðruvísi en einna persónu Guðdómsins. Tæki á sig að vera maður á meðal manna. Og í því ljósi að kallaði sonur. En hann var til löngu áður en hann var kallaði sonur. Hann var til frá eilíð. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Svo segir þarna, og ég vil vera honum faðir og hann skal vera með sonur. Og aftur það leiðirinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann, og allir englars Guð skulu tilbiðja hann. En sonin, ég hleypi yfir í 8. versið, en sonin, segir hann, og faðirinn að tala sonin, hásæti þitt ó Guð, aldir alda, faðirinn kallar á Guð, einu sinni enn. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt að uppgöta þetta í orðinu, hversu miklu var fórnað okkur til bjargar. Og svo verðum við að deila hver Guð sé og hann kannski byrjun og upphaf og endi og svo framvegis. Ekki aldeilis. Hann segir, hásæti þitt ó Guð aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkisþíns, þú hefur elskað réttlæti og hata ranglæti. Hér þetta sagt til þess að virkilega brýna það fyrir okkur. Að við höfum fallið svo djúpt frá réttlæti. Það þarf einhver að koma og upphefja okkar réttlæti yfir á hærra plan
því hefur Guð, þinn Guð, segir hann, einu sinni enn kallar Guð, hann, Jesú, Guð. Og smurt þið gleðinnar olíu og takið nú eftirvinir fram yfir þína jafningja. Það ekki allir sem átt að segja á þessu. Hver að tala? Meistarkosti Guð Faðirinn, kannski einhverju myndi segja, það heilagur andi, skiptir engu máli. Þeir allir þrír töluðu hver annan sem einn Guð. Og þarna Guð, segjum Faðirinn, að segja, Guð, þinn Guð, hefur smurt þig fram yfir þína jafningja. Hverju voru jafningjarnir? Voru það skapaða verun? Ekki aldeilis. Voru það englarnir? Nei. Það gátu engir aðrir komið til greina en Faðirinn og heilagur andi. Og Jesús kynnti sig sem almáttuga Guð og skapara. Hann gerir það, ef ég man rétt, í 44. kaflanum hjá Jesaja. Hann segir bara, ég Guð og engin annar. Ég frelsarinn. Þannig Jesús að tala. En hérna, í Hebreubréfinu 1. kafla, Guðdómurinn að lýsa því yfir að Jesús hafi verið smurður gleðinnar olíu fram yfir jafningja sína. Og takið eftir því að einhver myndi segja, já, þetta getur nú bara verið einhverja tvo jafningja. En það fleirtölu orðið sem á undan jafningjar, þína, en ekki þinn. Svo þið sjáu, það ekki nokkuð leið að komast út úr þessari röksemd að Jesús eitthvað óæðri en aðrir meðlimir guðdómsins. Við höldum áfram. Í 1. kafla Jóhannesar, þar segir í 28. versi, þetta bar við í Betaníu, handan Jordanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jesú koma til sín og segir, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þannig Jesús kallaði lamb, Guðs lamb. Það ekkert eins umkomulaust og saklaust hér í mannheimi eins og nýfætt lamb. Gjörsamlega ósjálfbjarga. Og þarna lýsir Jóhannes því þegar hann kynnir Jesús sem Guðs lamb á meðal allra sem á hann hlýtur. Þetta sá ég, segir hann, og ég vitna að hann sonur Guðs. Höfundar, eða þessi skrifuðu ritningarnar, innblásnir af heilugum anda, voru ekkert feimni við það að kalla Jesú son Guðs. Í huga þeirra gerði það hann ekkert óæðri eða minni en heilagan anda eða föðurinn. Við skulum halda áfram. 8. kafli hjá Jóhannesi, vers 43. versi, þar sem að Jesús að tala við leiðtoga gyðinga. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér ég djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Lúsifer laug upp á guðdóminn á himni og heldur því áfram hér á jörðu í dag og reynir að gera lítið úr sumum þeirra, þessum persónu guðdómsins. Og segir svo, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar það lýgur fer hann að eðli sínu, því að hann lygari og lyginnar faðir. En að því að ég segi sannleika, trúið þér mér ekki, segir Jesús við leiðtoga, andlega leiðtoga Ísraelsmanna, sem var söfnuður Guðs á þeim tíma. Og við höldum áfram hérna í Jóhannesar Guðspjalli. Og það 1. kaflinn, 1. versið. Í upphafi orðið, þetta nafnið á Jesú. Af því að þegar hann skapaði, þá varð allt. Hann sagði, verði fiskar, verði fuglar, verði tré og blóm. Og það varð. Þvílíkur sköpunarmáttur í orði Guðdómsins. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hvað þetta að hafa skýrara? Guð hjálpa okkur kristnu fólki að vera hártoga og túlka Guðdóminn öðruvísi en sjálfur Guðdómur gerir sjálfa sig í Biblíunni. Svo segir í öðru versi, hann var í upphafi hjá Guði.
allir hlutur urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Aftur og aftur verða að hamra á því. Jesús er frá upphafi, ef eitthvað upphaf er. Með öðrum orðum, guðdómurinn á sér enga byrjun, hvort sem það er faðurinn, sonurinn eða heilagur andi. Við mennirnir eigum svo erfitt með að skilja þetta, af því að við eigum okkur byrjun. Englarnir eiga sér byrjun. Og margir englana sem gerðu uppreist með Lúsifer gegn Guði á himnum eiga sér endi ára langt og líður. Og við syndararnir munum einnig líða endi á okkar tilveru ef við ekki viljum þiggja náð Guðs. En Guð er að hamast í því að koma vitinu fyrir okkur og meðtaka Jesú Krist sem virkilegan og almáttugan og eilífa frelsara fyrir okkur, ef við bara viljum taka boði hans, að gerast hans lærisveinar. Það segir að í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Förum yfir í 10. versi. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann. Hérna kemur sköpunin. En heimurinn þekkti hann ekki. Það er verið að tala í Jesú Krist hérna. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Þetta er aðeins verða árétta á fagnaðarerindinu. Ég ætla að hverfa yfir í 12. kaflan í Opinberunarbókinni, í 7. versi. Það segir frá því þegar stríð hófst á himni, það er að segja áður en heimur var skapaður. Og Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist. Og eigi héldast til lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður. Hinu gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Við þurfum að minnast þess að þegar Guð skapaði mannkynið og þar með Adam og Evu, hann varaði þau við, það er hættulegur óvinur þarna. Og þau gættu sín ekki. Þau treystu frekar því sem hann hafði að segja, óvinurinn, en þau voru vöruð við. Það segir þarna í 10. versinu, ég heyrði rödd mikla á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn, ríki Guðsvors og veldi hins murða. Kristur var komin í heiminn til þess að bjarga syndurum héðan. Og í 10. versi og þar áfram í 12. kaflanum segir, því niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og 12. versi segir, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisi á jörðinu og hafinu, því að djöfullin er stigið niður til yðar í miklu móð, því að veit hann hefur nauman tíma. Það er sennilega engin sköpuð vera sem þekkir Biblíuna eins vel eins og Satan. Og hann notaði ritningarna til að freista ef verða mætti sjálfs frelsaras, muniði, eða ekki í 3. og 4. kaflanum í Mattheus guðspjalli, þar sem að freistaði hans þrisvar. Og alltaf vitnaði eða notaði Satan sér tilefni úr ritningunum til að freista drottins. En drottin þekkti ritningarnar jafnvel enn betur en Satan. Og eina vörn, Jesú, fyrirgefið þeim að mismæla, eina vörn Jesú Krists gegn þessum hættulega óvinni var orðið, orð Guðs. Og muniði vinir, förum bara eftir orði hans en ekki mannasetningum sem eru oft boðaðir sem væru þær Guðs sannleikur en eru ekki. Og Satan veit að hann hefur nauman tíma. Förum aftur í 1. Pétursbréfið og nú er það 1. kaflinn, 19. versi. En er þá áræðalegra fyrir oss nú hið spámalega orð og það er rétt af yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað.
þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neinn spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram af vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Hérna kemur heilagur andi inn og reyndar víðar, ég bara að hlaupa stikla á stóru, að öll ritningin gefin okkur fyrir innblástur heilags anda. Menn skrifuðu þessar ritningar undir leiðsögn heilags anda. Og ég legg áherslu á þetta hér vegna þess sem á eftir kemur. Fyrst það nú að Jesús fullyrðir í síðasta kafla Biblíunnar að hann sé alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Það enginn á undan honum. Hann eilífur. Og sælir eru þeir sem þó skikki sínar og svo framvegis, sem taka með öðrum orðum á móti orðinu og hlýða því. Þeir fá að ganga inn í hlíðin á borginni að lokum. Jesús Kristur engu síður almáttugur en eilífur Guð, en sjálfur Guð Faðirinn. Eins það með heilagan anda samkvæmt eftirfarandi innblásnum yfirlýsingum. Þið takið eftir að það sagt, það vitnað alveg beint í Biblíuna í bókinni Þrá aldanna eftir Ellen White. Það segir, Jesús sagði, ég upprisan og lífið. En svo segir, í Kristi lífið upprunalegt, ekki fengið að láni, ekki af öðru leið, þess að það kemur ekki frá neinum öðrum, sem þýðir að það sé ekki frá öðrum komið. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þetta að finna í 1. Jóhannesarbréfi í 5. kafla. Og svo aftur yfir í bókina þarna Þrá aldanna. Þar segir að guðdómur Krists trygging hins trúaða fyrir eilífu lífi. Það ekkert minna. Við eigum allt undir honum komið og guðdómi hans. Svo segir í bókinni Spirit of Prophecy, það 4. bindi, blaðsíðu 27, Ellen White höfundur þar, innblásin af anda Guðs, skrifa þar, hættuleg villutrú sú trú sem hafnar guðdómi Krists. Menn sem hafa ekki upplifað þekkinguna á Jesú munu samt sem áður hafa yfirbragð mikilla visku, eins og þeirra skilningu sé hafin yfir nokkurn vafa. Og með djörfung lýsa þeir því yfir að sonur Guðs hafi ekki haft neina tilvist fyrir fyrirkomu sína í heiminn. Takið eftir. Þessi afstaða í algjörri þversögn með augljósustu staðhæfingar Krists varðandi sjálfa sig. Tilvitnun endar. Þetta alvarleg orð. Við alvarlega vöru við því að skyggnast inn í leyndardóma Guðs umfram það sem okkur sagt í orði Guðs. Satan og hans slægu, föllnu englar, ala á falskenningum persónur guðdómsins. Á síðustu dögum snúast blekkingar hans mikið það að gera lítið úr Jesú og heilögum anda. Þetta mín orð á þessari mynd hér. En það allt í samræmi við ritninguna. Förum yfir í 5. kafla í Apostolasögunni. Þar okkur sagt að heilagur andi sé Guð, sem Ananías og Safíra, konan hans, lugu að, sem síðan leiddi til dauða þeirra. Í Guðspjalli Jóhannesar 14. og 16. kafla að finna fjölmargar lýsingar á hlutverkum heilags anda sem sýna ótvírætt að andi sannleikas raunveruleg persóna. Vegna þess að þannig talað og tekið fram að hann talar, hann hugsar fyrir okkur, hann biður fyrir okkur, hann leiðir okkur, hann dæmir okkur, hann leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur fórnina sem hann fær fyrir okkur. Og svo í Mattheus í 12. kafla, vers 30-31, eitthvað svoleiðis, þar segir einmitt að ef við syndum gegn heilögum anda, þá engin önnur synd. Nei, engin önnur fyrirgefning fyrirgefiði. Þetta syndi gegn heilögum anda.
Jesús að tala þarna, hann segir sjálfur að syndin sem ekki verður fyrirgefin syndi gegn heilögum anda. Það hægt að formæla frelsaranum og jafnvel föðurnum og tala illa guðdóminn og orð guðdómsins en að tala gegn heilögum anda, að láta ekki að stjórn heilags anda, það verður aldrei fyrirgefið, því þetta eina leiðin til hjálpræðis. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Krists að meðtaka útal blóð frelsarans á Golgata fyrir syndir okkar. Ef við ekki látum þannig að leysa heilags anda, ekki þetta að hjálpa okkur. En það segir þarna í framhaldi í 5. kaflanum í Postulasögunni að maður nokkur Ananías að nafni, hann seldi ástand Saffíru konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. Pétur mælti Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo þú laugst að heilögum anda. Sjáðu, það hægt að ljúga honum, þetta það mikil persóna. Og dróst undan að verði lands þíns. Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess að þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta féll hann niður og gaf upp öndina, hann dó. Af því að laug að persónu, heilögum anda, sem kallaður Guð þarna. Og hver það sem að innblési, Lukasi að skrifa þetta í Postulasöguna? Heilagur andi. Þarna vitnar hann sjálfa sig. Hann var þarna til staðar og talaði í gegnum lærisveinana og stýrði þessari hugmynd að það hægt að ljúga að heilögum anda en þá að glata sem sagt eilífa lífinu og hjálpraði Guðs ef við gerum það. Svo segir þarna í bók Evangelism eftir Ellen White, ég hefi yndi af að vitna í hennar bækur og rit vegna þess að ég hefi í minni löngu starfsæfi, 55 ár núna, aldrei uppgötvað einhver mismæli eða eitthvað sem andstætt orði Guðs. Og hér segir hún meðal annars, við þurfum að gera okkur grein fyrir því að heilagur andi eins mikil persóna og Guð persóna og gengur hér á jörð. Hugsið ykkur. Og enn fremur, þarna var blaðsíðu 615, hitt var blaðsíðu 616, þar segir, það eru 3 lifandi persónur sem mynda hina himnesku þrenningu sem eru Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi. Og ef við tökum eina tilvitnun enn í skrifum hennar sem kallast freisting og fall, syndafallin. Satan hefur lagt sérstaka áherslu á það að leiða menn til þess að skyggnast inn í leyndardóma Guðdómsins og láta sér ekki nægja það sem Guð hefur opinberað í orði sínu. Þannig hefur Satan náð miklum árangri, tilvitnun endar. Að fara of langt, að fara lengra en Guð ætlar okkur. Og Guð hefur opinberað okkur allt sem við þurfum að vita núna persónu Guðdómsins. En svo okkur sagt á öðru staði, ég ekki með það hérna, að alla eilíð munum við fá að rannsaka leyndardóma Guðs. En það segir ekki að við munum tæma það rannsóknarefni. Það verður aldrei. Almættir Guðs undursamlegt fyrirbæri. Og Guð kærleiksríkur. Og hann elskar okkur og vill umfram allt bjarga okkur frá þessum syndu og heimi. Í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla frá versi 39 sagði Jesús við leiðtoga gyðinga, þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og að lokum þarna, það Efesus 4. kafli frá 3. versi. Þar segir postulinn, kappkostið að varðveita einingu andas í bandi friðarins. Einn líkaminn og einn andinn. Líkaminn söfnuðurinn,
einn andinn, þannig heilagur andi. Og eins þér líka voru kallaði, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar, einn drottinn, þannig frelsarinn. Það er ein trú, ein skírn og einn Guð og Faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Þannig Guðdómur kynntur. Og svo Lúkas í 3. kaflan frá 21. versi er allur líðurinn lét skýrast. Var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Allur líðurinn lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd. Sjáu þið? Hann var ekki einhver gufa eða orka. Heldur, hann birtist hann í líkamlegri mynd. Eins og dúfa. Og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun eins og dúfa. Og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Já, það er tvítekið þarna. En sjáu þið, á þessum tíma þegar Kristur er skýrður, þeir allir þrír, þessar 3 persónur Guðdómsins til staðar. Jesús og einn Guð, sem Faðir kýs, eða Guðdómur kýs, að kynna sig þannig. Jesús kýs að kynna sig þannig, einn Guð. Og heilagur andi ekkert að láta bera á sig meira en nauðsynlegt er. Hann vill upphefja föðurinn og soninn. Og gerir allt eins og Jesús sagði að við myndum fá að heyra og sjá frá honum. Hann okkur allt til sáluhjálpar, að leiða okkur til Jesú Krists sem endanlega frelsarinn. Og þarna á þessari stundu gerðist það að allur Guðdómur var til staðar á einum og sama stað. Og ég trúi því að þeir voru allir til staðar, alla 3 persónurnar við sköpun heimsins. Það segir í byrjun, alveg í 1. og 2. versi í Biblíunni, að Guð skapaði heiminn, hver sem hann var af þessu 3, en svo segir að andinn, heilagur andi, andi Guðs var á sveimi yfir vatnunum. Þannig voru þeir 2 komnir, og hvort sem að það var Faðirinn eða sonurinn sem var að tala, ég held að þetta hafi verið Faðirinn sem talaði, en sonurinn skapaði, eða það skiptir ekki máli hvort heldur Þeir voru þarna allir 3 til staðar. Því að Biblían talar föðurinn sem skapara líka. Biblían talar soninn sem skapara. Og heilagur andi var til staðar þegar við vorum sköpuð. Veröldin og mannkynið. Ég hvet ykkur, vinir, þeir sem að íhugið orð Guðs og íhugið undursamlegar persónu Guðdómsins. Látið ykkur nægja það sem opinberað í Biblíunni og reynið ekki einu sinni að fara neitt lengra, því að það stórhættulegt.